Þau bara gjör svo vel, Harpa. Takk fyrir. Ég heiti sem sagt Harpa og verkefnastjóri á bókasafni Kópavogs og ætla að taka þetta erindi í dag fyrir hana Kristínu Maríu sem hélt utan verkefnið en komin í fæðingarorlof. Þannig að hún ætlaði fyrst að vera með ykkur. Og ég ætla bara að segja ykkur bara aðeins frá upphafinu og hugmyndinni og styrknum sem við fengum. Svo ætla ég að rúlla í gegnum erindin bara eitt í einu. Og í lokin tók ég saman nokkra vangaveltur áskoranir og hvernig og hvað var erfitt og hvað gekk vel og varðandi eins og mætingar og reyna að fá fólk á staðinn og reyna að fá áhuga fólki og vekja áhuga. Þannig að ég sá hérna í Glæðrasjóðinu að erindi nafnið kom sem sagt til út af þessari gömlu skemmtilegu bók frá honum Eðvar Ingólfssyni og við ákváðum að nefna alla erindaröðina með einu nafni og hafa hana með þannig að fólk sæi alltaf tenginguna og myndi fljótt átta sig á því að það væri að fara á að þetta væri partur af þessari erindaröð og enda varð það svo að við fengum alveg fasta gesti sem byrjuðu að koma slafist á alla viðburði og bara grínið með þetta var að þetta náttúrulega bara gömul og góð unglingabók og þau sem eru að ala upp unglinga í dag kannski tengdu við hana og sambandið við unglinginn var stundum eins og haltu mér slepptu mér af því að maður veit aldrei hvort hann vill tala við mann eða ekki í dag. En náttúrulega bara upphafið af þessu var að það fékkst styrkur frá bókasafnasjóði og þegar Kristín María var ráðin inn á bókasafnið þá var henni falið að skipuleggja dagskrárna og finna fyrirlesara og hún umsóknin hafði verið samþykkt og hún fylgdi þeim áherslum sem voru settar fram í umsókninni en hún hliðraði aðeins til röðin á erindum og bætti við umfjöllunarefnum og tók nokkur út. Þannig að hún bætti við umfjöllunarefnum karlmennsku hugmyndir og orðræðu ungmenna en ég ætla að bakka aðeins afsakið að ég glemdi að segja ykkur síðan sem sagt að hugmyndin upprunalega að þessu var komin frá foreldramorðnum. En af hverju ekki að gera sótt í fræðslu málefni ungmenna sem að í dag náttúrulega heimurinn breytast hratt og það eru alls konar málefni sem kannski maður bara eins og risaðila varðandi gagnvart þegar maður er 30 og hvað þá eldri. Þannig að og var skýrði upp að FF-fröðin ungmennin í forgrunni. Þannig að þau vildu takast á við ýmis málefni sem tengjast þroska og uppeldi ungmenna. Það var í styrkumsókninni. Fyrirlestraröð að ræða sem tekur á mikilvægum en á sama tíma viðkvæmum málefnum sem foreldrar ungmenna þurfa að takast á við hjá ungmennum sínum. Og fyrirmyndin komin frá foreldramorðnum ungbarna sem safnið hefur boðið upp á undanförnum árum. En fræðsla frá sérfræðingum hluti af mótnunum. Ungmenni í dag eru að takast á við flóknar tilfinningar og mál sem við fullorðna fólkið eigum oft erfitt með að skilja og aðstoða ungmennin við að leysa. Oft það af því við þekkjum ekki vandamálið, höfum ekki reynt að kynna okkur það sem ræðir, erum hrædd við að takast á við ungmennið málefnið eða hreinlega vitum ekki af því sem í gangi hjá ungmenninu okkar. Og mjög mikilvægt að við foreldrar fáum fræðslu í ýmsum málefnum sem ungmenni takast á við og viljum við Bókasafn Kópavogs vera þátttakandi í því forvarnarstarfi. Ungmenni eru sá hópur þjóðfélagsins sem að sækja í sig veðrið varðandi heimsóknir á bókasöfn og því þykir okkur mikilvægt að veita þeim stuðning með því að bjóða foreldrum fræðslu sem getur vonandi leitt til tengsla og tengslamyndunar foreldra og ungmenna og skilnings foreldra á barninu sínu. Og Kristín lagði upp með að hafa þetta á þriðjudagskvöldum klukkan 8. Fannst kannski að fólk ætti frekar heimangengt á þeim tíma, utan vinnutíma. Og hún lagði mikið upp úr því að fá sérfræðinga á sínu sviði. Og nafnið, ég sagði ykkur frá því, það var þessi nostalgía sem greip okkur á fundi, varðandi bækurnar hans Eðvars. Og þetta var auglýst með því að þetta fór alltaf á heimasíðu Bókasafns Kópavogs, fór alltaf á Facebook, var sponsað og svo var þetta nefnilega auglýst í samstarfi við Menntasvið Kópavogsbæjar og félagsmiðstöðvarnar.
og samtök foreldrafélaga við grunnskóla Kópavogs. Þannig að hún sendi þetta á skólastjórnendur eða á starfsmanna menntasviði sem áfram að senda á skólastjórnendur nemenda í 7. til 10. bekk og formaði samkóp auglýsti fræðslu erindin meðal sinna félagsmanna. Og svo voru prentuð veggspjöld og hengt upp á viðeigandi stöðum og við dreifðum einblöðungum og kynntum alla dagskrána saman. Þannig að það var svona upphafið á þessu og ég ætla bara þá að halda áfram í gegnum erindin. En fyrsta erindi var okkar allra besti maður, Skúli Bragi Geirdal, sem er vinsæll fyrirlesari og ekkert ástæðulausu. Hann er náttúrulega fjölmiðlafræðingur og sviðsstjóri SAFT og hann fjallaði erindi hans hét Algoritminn sem elur mig upp og fjallaði miðlalæsi og samfélagsmiðla. Þetta er fyrir á skjánum minn. Og það var bara ofboðslega skemmtilegt erindi og hann fór yfir meðal annars yfir átak sem farið var í og skilaði sér í minni samfélagsmiðla notkun ungmenna undir 13 ára aldri og bara fer oft yfir hætturnar sem fylgja samfélagsmiðlum og svona. Þetta var haldið í september og við fengum 20 gesti sem kannski bara ágætt. Næsta erindi var í október og það var aldeilis umdeildur maður. Hann hann Þorsteinn Vaff Einarsson, frábær, kennari og kynjafræðingur, misvinsæll, fær á sig mikla umræðu á samfélagsmiðlum. Og hann kom og fjallaði karlmennsku hugmyndir og orðræðu ungmenna og það voru 18 manns á staðnum. Og það sem mér fannst áhugavert á þeim fyrirlestri að það voru fleiri karlar heldur en oft voru að sækja fyrirlestrana. Það voru á þessum fyrirlestrum í miklu meiri hluta konur og stundum ekki einn einasti karlmaður. Og það endaði meira að segja þannig reyndar að það voru svolítið mikið af kennurum í Kópavogsbæ sem sóttu þessa fyrirlestra. Og það er bara frábært og það sýnir að maður veit stundum ekkert hvað maður er að fara af stað með. Kannski bara þessi kennarar hreinlega bara gleymdu markhópur og má jafnvel skoða í framtíðin að beina einhverjum svona fræðslum að þeim. Og hann bara óbúðslega fallegan hátt þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á hlutverkum kynja og skaðlegra kynjaímynda og fer yfir það að það er enginn að gera lítið úr karlmennskunni, við viljum bara að öllum líði vel og skaðleg karlmennsku ímyndir þessar skaðlegar karlmennsku ímyndir skaða líka karlmenn, það er ekki til þess að upphæfa konur eða neitt. Og hann lagði mikla áherslu á því að enginn á að skammast sín fyrir forréttindi, heldur benti bara einungis á það að við erum ekki öll með sömu tækifæri í lífinu. Og það getur tengst kyni og lit og öðru. Þannig að þetta var mjög áhugavert erindi. Við heldum áfram á haustmánuðum og í nóvember fengum við Berglindi Brynjólfsdóttur og hún er sálfræðingur hjá Sálstofunni. Hún kom og fjallaði kvíða ungmenna. Þetta var fjölmennasta erindið hjá okkur. Það voru 42 gestir og mikill áhugi á þessu málefni greinilega og mikil þörf á að ræða þetta en það er kvíði í nútíma samfélagi eykst og eykst með notkun samfélagsmiðla, þannig að sjáum öll erindin haldast í hendur líka og hún gaf ráð, hvað er hægt að gera þegar ungmenni er með kvíða og til dæmis að ef þið grunar að fyrsta ráð var til dæmis að ef þið grunar að barnið þitt er að sýna kvíða, það er að fara að sýna áhugamálum barnsins áhuga og verja tíma með barninu þínu. Og þannig getur skapast umræðu grundvöllur þar sem að skapast traust og barnið er meira til í eða ungmennið og barnið er meira til í að opna sig við foreldra. Til dæmis með að kíkja í ísbíltúr og njóta samveru. Og hún sagði meira að segja ef að barnið hefur áhuga á TikTok, sestu með því og skoða þetta blessaða TikTok með því eða tölvuleikinn sem að þú hefur engan áhuga á en settu því í stellingar með barninu þínu, var svona hennar ráð. Það sem að við gerðum með þessi erindi, og nú ætla ég að sýna ykkur það, var að við nýttum tækifæri til þess að fá litla fróðleiksmóla eftir erindin hjá fyrirlesurum sem við gátum deilt á samfélagsmiðlum. Þannig að hér er hennar vídeó.
Já, við veit ekki hvort þið heyrðu vel eða eitthvað en sem sagt, það var svo sem búið að texta þetta. Það er hellingsvinna á bak við svona vinnu en samt verðmætt einhvern veginn að geta, fannst mér, að geta deilt þessum fróðleiksmálum áfram þegar ekki voru margir á svæðinu. Svo var það Jón Geir, hann er sérfræðingur hjá Nexus, búinn að vinna þar í lengi og við fengum hann til okkur til að fjalla bókaval og lestrarvenjur ungmenna. Það var í desember og þarna sjáum við fjöldin ekki nema 14. En þetta er náttúrulega erfiður tími, sko, til þess að vera að halda, það er náttúrulega þarna komin þessi tími sem að maður er bombarderaður af alls konar viðburðum og svona, og það dregst oft saman viðburð hjá okkur allavega í desember og góð ástæða fyrir því. Þannig að ég tel að það hafi svona haft áhrif á það og einn af þessum 14 var bara risa aðdáandi hans úr hans hljómsveit þannig að hann slapp ekkert út fyrir við hendum fólkinu út. Og hann sem sagt var að fjalla lestrarvenjur ungmenna eins og var birtast þeim í Nexus og það bara ofboðslega áhugavert og skemmtilegt að hlusta á hann og hann var náttúrulega bara afsakið sletti preaching to the choir hjá okkur bókasafnsstarfsfólkinu. Og en það til dæmis kom fram að ungmenni lesa mikið á ensku af því að það er bara lítið þýtt af ungmennabókum eins og ég gerir ráð fyrir að við öll bara vitum. Og TikTok hefur breytt lestrarvenjunum svo mikið og það er erfitt að sjá hvað verður vinsælt. Af því að kannski bækur springu út eftir einhverju umfjöllun á TikTok og það eru jafnvel gamla bækur eins og ég held að það hafi verið Colleen Hoover, ég hafði ekki hugmynd að hún hefði skrifað sína bók fyrir löngu síðan og hún var bara vinsæl og metsölubók eftir TikTok. Og en það sem var líka fallegt og kom í hans erindi og Berglindar erindi og mörgum erindum, það var þessi áhersla á að verja tíma með börnunum sínum, sýna þeim áhuga, sýna þeim áhuga sem þau eru að gera, þó maður skilji það ekki. Þannig að, en þá erum við komin inn í janúar. Ég ætla að sýna ykkur hann líka. Þetta er náttúrulega góður punktur, sko, því að það er náttúrulega alls konar lestrarefni í umferð alveg eins og allt annað afþreyingarefni. En já, í janúar þá fengum við Dr. Erlu Björnsdóttur, hún er klínískur sálfræðingur og með doktorspróf í líf- og læknavísindum og á fyrirtæki Betri Svefn og er talsvert í umræðunni. Hún er vinsæl, við fengum 33 á þennan fyrirlestur sem var líka örugglega svolítið bara svona réttum tíma miðað við skiljiði og við pældum líka í því með að jólin eru nýbúin og fólk er að taka heilsuna í gegn og svona. Hún fjallaði mikilvægi svefns bara almennt í víðu samhengi og tókst ofboðslega vel til. Það vel að við höfum alveg fengið hana aftur og hún er bara mjög vinsæl og þetta er náttúrulega bara umræðefni sem á alltaf við og við allan aldur svo sem. Og þannig að þetta var skemmtilegt erindi líka til að hafa. Hún sagði svo margt skemmtilegt eins og einu sinni þá var verið að upphefja þá sem sváfu lítið. Það þótti bara að það var alveg rannsóknir sem sýndu fram á það að ofurfólk þyrfti ekkert að sofa sem er alls ekki staðreynd og hvenær sólarhringsins við erum best upplögð til að sofa og svo fór hún yfir það hvernig heilu unglinga virkar og okkur þau eru að sofa lengur um morgnana og svona. Í febrúar, já, þið kannski sáu að það er munstur og var 1 þriðjudag í mánuði, cirka bát, sem að við vorum með fyrirlestarna. Og alltaf á kvöldin, alltaf klukkan 8. Og og það er náttúrulega líka komið inn í sumstaðar, sko, hryllileg veður og ófærð og eins og Íslandi er. En við fengum þetta dásamlega erindi frá Sigríði Ólafsdóttur, sem er dósent við menntavísindasviði Háskóla Íslands. Og hún var að fjalla PISA
könnunina og lesskilning og lestur ungmenna og þetta var svolítið á þessum tíma sem var stutt síðan að niðurstöður PISA-könnunarinnar höfðu verið birtar þannig að ég átti nú von á að kæmi fleiri en 15. Af því að lestur var bara í mikilli umræðu á þessum tíma. Og hún fjallaði hæfniþrep PISA og hún fjallaði sem sagt bara var óbúslega að segja okkur margt hvernig prófin eru framkvæmd og hvað verið að mæla og varandi lesskilning og orðnotkun og orðaskilning og þannig og læsiseflandi samskipti á heimili og skóla og svona þannig hluti. Í mars þá kom hún Edda Sigurðardóttir, hún var fræðslustýra samtakanna 78 og hún var að fjalla hvað er að vera hinsegin, kynsegin, trans og bara alla þessa hluti sem eru mikið umræðinu hugtök, náttúrulega komin mikil hugtakanotkun sem að kannski fullari fólk skilur ekki og finnst á erfitt með að setja sig inn í eins og hán og kvár og þessi orð, þannig að hún var að tala orðnotkun og þetta var minnst vinsæli fyrirlesturinn okkar, það voru 9 manns sem mættu. Hún var engin sérstök ástæða sem ég sá fyrir því, en ég hafði ekki sett inn á neti fróðleiksmóla frá hvorki Sigríði né Erlu. Það hafði verið álagspunktur og þetta tímafrek vinna að klippa svona vídeó og talsetja þau. Ég hefði kannski bara að setja inn án texta. En þarna var ég ekki búin að átta mig á því að það er hægt að gera það sjálfkrafa. Láta þess að gervigreindina, ég veit ekki hvort það var komið, láta gervigreindina setja textan og laga hann svo bara til. Hún gerir það furðu vel með að við íslensku. Þá ætlum við að kíkja á, við fengum Kristján Ómar Björnsson og Patrik Gunnlaugsson, þeir komu saman. Kristján stofnandi nú sem rafíþróttaskóli í Hafnarfirði og Patrikur Gunnlaugsson rafíþróttaþjálfari og búinn að vera lengi í þessum heimi og þeir og þá sérstaklega Patrikur, hann hélt lungan af erindinu, talaði skipulagt íþrótta og tómstundastarf í kringum tölvuleiki og þetta var, ég átti svona vámoment af þessu, hann er óbúslega flottur og var að segja okkur frá því hvernig hann tengir bæði físiska hreyfingu inn í tölvuleikina og svo fjallaði hann góða tölvuleiki og slæma tölvuleiki og svona hvað ber að varast í tölvuleikum. Hann var að segja okkur frá því að rosalega vinsæll tölvuleikur er bara opinn þannig að það er bara alls konar rusl og það er ekkert yfirfarið sem fer inn í hann þannig að börnin, man ekki hvað leikurinn heitir, en þannig að börnin vita bara að þú veist ekkert hvað þau eru að fara að skoða. Og þetta var skemmtilegt, þetta var á 1. apríl. Og hitt erindi sem var eftir var sem sagt ofbeldi og opnaburð ungs fólks. Þannig að við ákveðum að hafa þetta á 1. apríl til þess að það væri ekki eitthvað viðkvæmt varðandi dagsetninguna og aprílgabb og eitthvað. En við fengum Margréti Valdimarsdóttur til okkar og það var seinast af þessum 9 erindum. Hún dósent í félags- og afbrotafræði við Háskóla Íslands og hefur verið áberandi í umræðunni og líka eftir þetta að fjalla alls konar ofbeldi, vopnaburð, hún fór út í það, mörg ungmenni eru með vopnað því að þeim er ógnað, þannig að þetta er svona hringrásar vandamál. Við fengum 11 hjá Patriki og 19 þegar hún kom. Og þetta var seinasta erindið, þarna komið undir vorið, það er líka oft svona krefjandi og undarlegu tími til þess að vera að halda erindi, fólk er bara komið í svolítið annað gír á vorin. En þá er bara þetta seinasta, hvað tökum við með okkur frá þessu öllu? Og eitt af því er það tímasetningin sem skiptir máli, bæði innan dagsins, vikunar og ársins. Var það sem var að hafa mikil áhrif á mætingu á sömu fyrirlestra. Ég átti líka óbúslega gott samtal við hana Eddu hjá samtökunum og hún sagði að þau eiga við þetta vandamál að stríða líka, að fá mætingu hjá foreldrum ungmenna og ég sé þetta sjálf í skólanum hjá dóttur minni, það er bara gríðarlegt átak að fá foreldra á svæði þegar kemur að því að halda fræðslu. Meðal annars hefur skólinn hennar boðið upp á skóla bara Gerdal og það var bara mjög illa mætt og mér fannst það bara mjög sorglegt. Þannig að hún sagði að þau hafa þurft að bjóða upp á súpu. Þannig að fólk kom að fáið mat, þannig að þessi að slá 2 flugur í einu höggi, það er eitthvað. Kannski er það bara hugmynd til að taka með sér. Kannski
erfitt að rífa sig upp klukkan 8 til að fara út, kannski á maður að hafa þetta eftir vinnu en innan dagsins. Við héldum kannski að það væri erfiðara upp á að vera að sinna tómstundum barnanna eða matatímanum eða einhverju, en ég fann það þegar ég var að mæta þannig kvöldina mjög sem erfitt að rífa mig upp eftir mat. Þannig að það gæti verið að þetta yfirfara það yfir á fleiri. Eru sem málefni mettuð? Er bara það mikil umfjöllun sem málefni að fólk bara hefur ekki áhuga á að koma og sækja þau? Og já, svo var það sem ég fór yfir áðan, hvaða hópar að sækja erindin. Það var áberandi á svefninum, karlmennsku ímyndum. Ég held hjá Skúlabragi Gerdal, þá komu kallar, en þeir voru samt yfirleitt í minnihluta. Og sumum erindum þá kannski einn kall eða enginn karl. Þannig að þetta voru, ég veit ekki hvort þetta sé í takt bara við samfélagsmiðlana, ég veit ekki hvort þið farið yfir tölfræði, en yfirleitt ef maður setur eitthvað á samfélagsmiðla, það eru 70% konur og 30% kallar. Er þetta bara eitthvað svona? Eða þarf að meira átak til að fá það á svæðið og til þess að sýna áhuga á svona hlutum? Þarf ég að setja þetta á YouTube, þeir eru stórnotendur á YouTube, þarf ég að setja þetta á YouTube til þess að vekja athygli á þeim og fá það á svæðið. Og dugði þessi markaðssetning ekki til, það náttúrulega flæðir póstur úr flestum skólum og að flæðir á okkur viðburðir og markaðsefni alla daga, þannig að en þetta var svona, þú veist, ég held að Kristín séum sammála það, ef við ætluðum að gera þetta aftur og værum að fara aftur á stað með svona röð, þá myndum við prófa fleiri tímasetningar og aðra tímasetningar til dæmis innan dagsins og kannski hafa þetta ekki svona nálægt jólum. Það var samt svona jólabókaflóð, þetta var alveg átti svo sem alveg við tíðarandann. Ég held að ég sé bara búin að tala í hámörkum tímans sem ég er á veittur og eru einhverjar spurningar? Já, bara Heyrðu, afsakar, þú þeir dast ætla að hafa út. súpufund, þá ekki datt ég út? Já, fyrirgefðu, Heyrðu í mér bara núna? það fraus hjá mér, hljóðið. Nei, það er Ég ætla að prófa að hætta að deila, því að það frýs alveg hljóðið hjá mér. já, Eru fleiri að lenda í þessu nokkuð? ég Já, það frýs hérna hjá mér líka. Já, hér líka. Bara hjá þér, Þórný. Kannski viltu skrifa spurninguna? já, kannski. Ég var ekki með spurningu eiginlega, ég bara, Nú virkar þau. ok, ég ætla að segja bara takk fyrir og mjög áhugavert það sem þú ert að segja með, þú veist, að finna rétta tímasetningu, finna markaðssetninguna, hvað höfðar til beggja foreldra. Þetta mér finnst netið að vera rosalega hægt, en allt í lagi. Mér sýnist það bara ekki vera. Já, þú fraust aftur hjá mér, því miður. Já. En allavega, ég ætla að stöðva upptökuna og bara takk kærlega fyrir. Já, takk öll fyrir